Það ótrúlega líflegt hérna á Dalvík í aðdraganda fiskidagsins mikla og við komum við hérna á dvalarheimilinu á Dalbæ en hérna stendur nú yfir markaður þar sem stefnan að safna fyrir rafmagnshjóli. Arnar, segðu okkur aðeins frá þessu. Hvernig kom þetta til að þið ákveðuð að halda þennan markað? Já, þessi hugmynd hún kviknaði í vor hjá okkur. Það þannig að við erum oft með skottsölumarkaði hérna niður á skólaplaninu á Dalvík á sumrin, búum til svona örlítinn menningarviðburð í bæjarlífinu og þá kemur fólk með bílana sína og opnar og selur það sem því dettur í hug. Þessi hugmynd var til á einum af þessum skottsölumörkuðum í vor eða sumarbyrjun. Þá kom ein starfsstúlka ofan af Dalbæ, kíkti á markaðinn hjá okkur, pikkaði síðan í öxlina á mér og sagði: hugsaðu þér ef við gætum leyft og tekið íbúana okkar á Dalbæ með á svona markað og leyftum að upplifa þessa stemningu. Boltinn fór að rúlla. Við fórum að velta þessari hugmynd fyrir okkur, nokkrir starfsmenn hérna á Dalbæ og ákváðum að láta slag standa og setja upp markað hérna við Dalbæ með því markmiði þá í leiðinni að safna fyrir rafmagnsreiðhjóli með farþegavagni, sérstaklega útbúnum fyrir íbúa heimilisins. Og þetta orðið að veruleika. Við erum hér mætt á Dalbæ í dag með þennan fallega skemmtilega markað, vöfflukaffi og tónlist og bara fjör. Íbúarnir eru með okkur og allir njóta svo sannarlega dagsins. Og íbúarnir tóku náttúrulega þátt með þeim hætti að þeir að gefa hérna ýmsa muni á markaðinn. Já, það var þannig að við tókum þá ákvörðun að senda bréf til allra íbúa í byggðarlaginu og nánast biðja kannski stuðning eða allavega hvetja fólk til þess að taka þátt með því að gefa muni á þennan markað. Við vitum það í okkar samfélagi í dag að þá mikill hraði og það auðvitað dót sem við mörg eigum sem við notum ekki lengur en hætt að nota gæti verið eitthvað fyrir aðra. Og það voru svona rífandi viðtökur að við fengum inn gríðarlega mikið af fallegum munum, handverki, prjónadóti meðal annars, skrautmunum, eldhúsáhöldum, bókum og fleira og svo hefur fólk verið að koma með brauð og bakkelsi núna upp á hádegi og allt þetta kemur hérna inn á markaðinn og okkur svona stendur einhvern veginn það í huga við sem búin að ná inn 400.000 krónum núna þegar þú talar við okkur. Þá hálfur björninn unninn. 800.000 krónur fyrir reiðhjólið komið hingað og námskeið og tilheyrandi sem til þarf til að geta nýtt það. Já. En þetta allt að gerast bara að frumkvæði ykkar og svo náttúrulega líka þeirra sem hafa lagt bara fjármuni inn í söfnunum. Já, íbúarnir taka virkan þátt í þessu með okkur og við ætlum að reyna að safna fyrir þessu hjóli með einum eða öðrum hætti í haust. Starfsfólki hér á Dalbæ alveg einstakt. Þetta einstakur hópur. Það gríðarlega mikil samstaða og samhugur, virðing og stuðningur og maður verður svona hálf klökkur, auðmjúkur á svona stundum þegar maður sér hvað við getum svo margt þegar við leggjum saman eins og nú hér í dag og njótu þess og þetta alveg einstakt, myndi ég segja. Og hvaða þýðingu hefur þetta fyrir íbúana, bæði að vera með markað hér og upplifa þessa markaðsstemmingu og síðan kannski hjólið í kjölfarið? Í fyrsta lagi hefur þetta náttúrulega svona kannski smá uppliftingu fyrir íbúana, upplifa eitthvað annað, prófa að sjá svona hvernig mannlífið auk þess að eignast þetta hjól að þá opnum við svolítið kannski meira samfélagi fyrir íbúanum okkar. Við lærum á þetta hjól, starfsmenn og velunnara heimilisins og getum þá jafnframt ferðast með einn eða tvo bæinn og notið meiri útiveru vonandi. Það er svona sú hugsun hjá okkur. Það nú einmitt það sem maður heyrir svo oft úr starfsemi dvalarheimila að það er ekki bara að líkaminn sé að eldast heldur líka það að tilbreytingaleysið sé eitt kannski það erfiðast og kannski það sem við talaðum þegar að tala þunglindi aldraðra að þá kannski talað þennan Groundhog Day, sami dagurinn endurtekur sig á ný og þetta og rafmagnshjól geta. Það einmitt sú hugsun hjá okkur.
Dalbær dásamlegt heimili þar sem að vel hugsað íbúana og okkur langar til þess að gera meira og brjóta oftar upp daginn og þetta einmitt einn hluti af því að gera þetta og það má sjá bros hér og kátínu, það allir hlæjandi í dag hérna við Dalbær. Það bara svoleiðis og það eiga allir hjartans þakkir skildar fyrir sitt framlag til þessa viðburðar hérna í dag. Og þetta ekki líka bara stundum að fá hugmyndina og láta hana verða veruleika? Þetta þarf ekki alltaf að einn svona markaður, allir taka þátt og það brýtur upp daginn. Það svo mikið hægt að gera ef við látum hugan reika og kýlum bara á það. Einmitt, það er að taka hugsunarskrefið og svo einu skrefi lengra, það að framkvæma. og það engin vandi þegar allir leggjast á eitt eins og hérna í dag. Og við erum með fullan stuðning frá forstöðumanni Dalbæjar og stjórnendum sem sögðu bara kýlu á það, bara frábært. Ég vil nú bara segja þér að því ég var nú að tala við hann hérna rétt fyrir viðtalið og hann sagði nú einfaldlega að það væri nú bara einstakt að hafa mann eins og þig hérna í starfsliðinu sem kýldi á þessa hluti þannig að því þú ert nú búin að fá að hrósa öllum hérna á staðnum þá ætla ég nú bara enda á því að hrósa þér sérstaklega. Þetta er það sem að lætur lífið vera þess virði. Takk kærlega fyrir þitt framtak. Takk sömuleiðis, kærlega.